Komið þið sæl, við hjá Augnablikki Iðnaði erum komin hérna inn í Hafnarfjörð og ætlum að heimsækja RST-net og þeir ætla að sýna okkur suðuþjarkinn sinn. Kristján Þórarinsson, framkvæmdastjóri RST-net, velkomin í Augnablikki Iðnaði. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða okkur í heimsókn. Við erum svona komin til að forvitnast svolítið eitt ákveðið verkfæri sem við erum með, en okkur langar kannski að forvitnast svona fyrst fyrirtækið. Hvað getur sagt okkur RST-net? Er þetta gamalt fyrirtæki? RST-net er rótgróið rafverktakafyrirtæki sem að sérhæfir sig í rafbúnaði tengdum flutningskerfi í raforkuflutningskerfinu. Já. Og við vinnum mikið fyrir Landsvirkjun, Landsnet og stóriðina líka. Svona í þessum háspennugeira. Já. Ok, og þið eru stödd hérna í Hafnarfirði, eru þið búin að vera hérna lengi? Við fluttum hingað 2008 á 10 ára afmæli fyrirtækisins. Já. Og svo því að það er orðið 22 ára í dag. Ok, og stórt fyrirtæki, margir starfsmenn? Það vinna 30 manns hjá fyrirtækinu í dag. Já. Það er svona að jafnaði 30 manns. Hvað er svona ykkar svona helsta, ykkar svona helsta vara sem að hvað er svona það sem þið eru helst í, þessi þjónusta við raforkugeirunni, hvað felst í því? Þetta eru kannski þríþætt. Við erum í nýframkvæmdum, setja upp nýja rafbúnað í tengivirkjunum. Við erum með sérhæfða þjónustu, varðandi ráðgjöf, verkfræðiþjónustu og svo erum við með framleiðslu á spennustöðum. Já, en skiptist í þessa svona flokka í rauninni? Já, svona. Varst þú búinn að starfa lengi hjá fyrirtækinu? Með hléum er ég búinn að vinna í tæp 10 ár hjá fyrirtækinu. Já, ok. Síðan 2007. Já, við hérna hjá Iðunni komum svona í svona með smá svona forvitni að forvitnast tæki sem heitir kallir kóvelder eða suðuþjark. Hvað og sem við ætlum að fá að skoða aðeins líka og sjá myndir á, en ef þú segir okkur aðeins frá því, hvað er þetta tæki? Hvað gerir það? Kóvelderinn, hann samanstendur af rauninni tveimur tækjum. Annars er það tölvustýrður armur sem að kallast einnig Cobot, sem er þá smá út frá róbot því að hann vinnur með manni. Maður getur kennt honum og hann, ef hann rekst utan í mann þá stoppar hann. Hann er svona eins og vinnufélagi, kallar það Cobot. Og svo hinn hlutinn af kóveldunum er þá tölvustýrð rafsuðuvél. Og saman myndar þetta, þennan kóvelder. Já. Og svo þarf bara að mata hann og setja í hann til að láta hann sjóða? Já, við segjum honum bara, gefum honum upp hnit í hnitakerfinu, hvar hann á að sjóða, segjum honum það og hann sér svo samskiptin við suðuvélina að þegar hann er kominn á ákveðinn stað til að sjóða, þá setur hann suðuvélina í gang og hann síður eftir þeim ferli sem við erum búin að gefa honum. Og svo hættir hann að sjóða þegar hann er komin á lokapunkt og getur þá fært sig yfir á næsta feril og byrja þar. Hvað er svona ávinningurinn að nota svona samanborið við að handsjóða? Svona helstu? Svona stærsti ávinningurinn eru gæðin. Með þessu móti þá fáum við fullkomna suðu, að sjálfsögðu með því að stilla vélina rétt. Það náum við fullkominni innbrennslu í efnið. Suðan er alltaf eins. Og þetta léttir líka mjög mikið á suðumanninum. Eins og gefur að skilja þá er vélarmurinn, hann verður ekki þreyttur í hendina að sjóða og þannig að þetta er ekki eins lýjandi fyrir aðeina sem er að vinna með stálið. Já, þannig að þetta er svona að taka létta heldur en að koma í staðinn fyrir. Svona að því að suðumaðurinn þarf að vera fyrir. Já, suðumaðurinn þarf náttúrulega alltaf að koma að verkinu. Hann þarf náttúrulega að forrita róbotinn. Hann þarf að stilla suðuvélina og hann þarf að punkta saman hlutin sem er verið að fara að vinna með í sumum tilfellum. En þetta léttir gríðarlega á líkamlega þættinum. Akkurat. Hvað var það svona, hvers vegna lögðust í þessa fjárfestingu?
Já, það var svona aðalega til þess að, eins og ég var að lýsa, að létta okkur vinnuna. Já, akkurat. Og þetta að tryggja gæðin, því að gæðin skipta rosalega miklu máli í þessu sem við erum að vinna með. Já. Við erum að sjóða tanka fyrir spenna sem eru fullir af olíu og suðurnar verða að halda til þess að olía leiki ekki út. Akkurat. Þessi hlutir eru staðsettir út allt land og út í náttúrunni. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að suðurnar séu góðar. Þannig að það eru svona helstu verkefni sem hann er í eins og staðan er í dag? Já, eins og staðan er í dag þá er hann eingöngu í þessu að framleiða þessa tanka og hefur nóg að gera í því. En við sjáum svo fyrir okkur að nýta hann í önnur verkefni hjá okkur. Í framtíðinni? Já, þá er það tengt þessu framkvæmdaverkum þar sem við erum mikið að sjóða við hönnum og smíðum undirstöður, undir afbúnað og vélar í þessu verkefni sem við erum með fyrir okkar viðskiptavini og við sjáum fyrir okkur að nýta hann einnig í það. Já, frábært. Hvað að vinna við tækið sérstaklega, hverjir gera það og það eru suðumenn eins og kom inn á áðan en hvernig fór eins og þeirra þjálfun fram og kennsla á tækið? Já, hjá okkur starfa meðal annars vélfræðingar, vélvirkjar og það eru vélfræðingar sem að vinna á tækinu hjá okkur og þeir þekkja náttúrulega hafa gegnum sína menntun fengið kennslu í suðu og umgangast þessi tæki og við höfum notið góðs af því að Iðan hefur hjálpað okkur með þá í formi þjálfunar og mannskap og aðstoð við það að koma upp umhverfinu fyrir róbotinn. Því að við þurfum það er náttúrulega ákveðið hvað maður að segja róbotinn þarf að geta gengið að hlutnum alltaf á sama stað. Já, akkurat. Iðan hefur einmitt komið að því líka að hjálpa okkur að koma þessu saman. Já, þannig að það þýðir ekki að gera eitthvað svona sirka við hann eða dass? Nei, það þarf að vera eitthvað sem heldur hlutnum alltaf á sama stað og alltaf eins ef við ætlum ekki að forrita róbotinn í hvers skipti fyrir hverja einingu. Akkurat. Því í okkar tilfelli er þessi einingar alltaf eins og því er það mjög mikilvægt upp á svona straumlínu lögunina hjá okkur á framleiðslunni að við getum keyrt þetta hratt í gegn, séum ekki að endurforrita fyrir hvern og einn tank. Já, akkurat. Hvað sérðu fyrir svona meira kristallskúlan, framtíðina kannski í þessum suðumálum, heldur að þetta er eftir að verða ennþá meira svona í þessum dúr heldur en svona við þekkjum frá fyrri tíð? Já, alveg klárlega og þetta, við runnum svolítið beint í sjóinn þegar við fórum að stað með þetta skiljanlega því að við höfum ekki haft svona tæki áður. Nei, akkurat. Og en við sjáum í rauninni ekkert nema möguleika í þessu tæki sko. Já. Og þetta er bara spurningum að láta það gerast. Já, akkurat. Er mikið svona, mikið viðhald á svona tæki? Það er kannski ekki komin reynsla á það ennþá hjá okkur. Nei. Við erum búin að eiga þetta tæki 1,5 ár með það í notkun hjá okkur. Já. Þannig að það er rauninni, þannig sé nýtt í okkar huga. Já. En auðvitað þurfa allir hluti viðhald og en við vonumst náttúrulega til að það verði sem minnst. Já, akkurat. Verkefnastaðan hjá ykkur, þið eru að vinna fyrir þessi raforkufyrirtæki og fleiri, það er nóg að gera í þessum verkefnum? Já, allavega eins og staðan er í dag og við allavega höfum næg verkefni í sumar og við náttúrulega bindum vonið við það þessar innspýting sem að menn hafa lofað fyrst eftir óveðri í vetur og svo út af COVID að það muni skila sér í fleiri verkefnum. Já, og eitthvað sem þið getið nýtt kannski suðuþjarkinn í? Já, alveg klárlega. En hvernig með eins og fyrir suðuna, þarf ekki einhverja svona vottun og hvernig virkar það kerfi allt saman?
Já, við erum akkurat að vinna í því núna í samstarfi við Iðuna að fá þetta suðuferli okkar vottað. Okay. Og til þess að fá það vottað þá þurfum við náttúrulega að sýna fram að það að suðan sé 100% og hún sé góð. Og því náum við með suðuþerkinu. Og við þurfum að sýna fram á þjálfun starfsmanna, þeir séu með viðeigandi réttindi. Og við sendum þessar suður í próf. Hvernig fara suðupróf fram? Það er að segja ekki til að prófa suðumennina heldur hvort að suðan sé í lagi? Hvort að suðan sé í lagi. Þær eru í rauninni, í okkar tilfelli þá myndum við gera suður ekki endilega á tank sjálfum, en við myndum framkvæma suður sem eru þá á efni sem er sambærilegt og er í tankunum. Á notum við sama efnið og notum kóveldirinn og það eru menninir sem stýra honum sem framkvæma suðurnar. Svo er þetta stykki sent erlendis þar sem þetta er gegnumlýst og styrkleikaprófað og þannig og þá getum við fengið vottun á þennan suður fyrir. Já, það er glæsilegt. Hvað einhverjir svona kostir, við erum búin að tala svolítið kostina við svona tæki, einhverjir gallar við svona sem þið eru búin að rekast á? Þetta kostar kannski eitthvað? Jú, þetta kostar heilmikið sko og en til lengri tíma litað þá held ég að ávinningurinn sé það mikill að þetta borgar sig. Þetta er jafnvel bara partur á þróuninni og... Þetta er bara framtíðin held ég og við sjáum ekkert annað en að þetta verður hluti af okkar starfsemi til framtíðar sko. Nei, akkurat. Nú sitjum við hérna á gólfi í hluti af ykkur húsnæði með alls konar tæki og tól í kringum okkur og meðal annars stóru og mikla dísilvél sem og veist að segja okkur frá fyrir upptöku að séð fyrir væri svona rafmagnsaflstöð. Hún er væntanlega einhverja áratuga gömul. Það er væntanlega eitthvað sem verður kannski svona, hvað ég var að segja, með svona róbóta og svona, heldur þetta úreldist hratt? Heldur að hún er eftir að standa stímans stönn eins og þessi fína vélina fyrir framan okkur? Já, það er erfitt að segja. Maður veit bara í gegnum tíðina þá er að því að þessi búnaður, hann er byggður upp af rafeindabúnaði, kraftelektroník. Maður veit að sá búnaður úreldist hraðar heldur en kannski dísilvél sem er alltaf eins. Akkurat. En þannig að maður svona býst auðvitað við því að það verður hröð framþróun í þessu næstu árum. En það er jafnvel þá hægt að skipta einhvers konar rafmagnsluti og uppfæra hugbúnað og slíkt til þess að halda. Já, við sjáum það frekar. Já, akkurat. Það verður bara einhver uppfærsla á þessu tæki. Já, og hún náði kannski ekki þessum aldri. Nei, kannski ekki. Hvað heldur þessi sé gömul? Þessi er einhverja áratuga gömul. Ég þori ekki alveg að fara með það. Akkurat. Þetta er búið að vera virkilega fræðandi og skemmtilegt og við ætlum að fá að setja með í þessu vídeo myndir af græjunni að vinna og bara takk kærlega fyrir að bjóða okkur og taka mót okkur. Já, takk fyrir að koma.